Sæll verið fólki og velkomið í þátt minn Mannamál hér á litlu sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni sagnfræðingur að mennt, alinn upp í Blikanesinu, starfar við Háskóla Íslands og gæti orðið 7. forseti Íslands, Guðni T. Jóhannesson. Vertu velkominn. Takk fyrir. Hvenær manstu fyrst eftir þér? Ég var á 3. ári, ég var út að leika mér, að kasta grjóti upp í loftið, svo allt í einu fann ég eitthvað blautt á höfði mér og gerði svona og horfði svo á og rak upp ramakvein, alblóðugur, og afi Guðni fór með mig upp á Slissó og þetta allt skráð í dagbók barnsins, þannig ég veit dagsetningu og þetta mín fyrsta barnsminning. Þannig að þetta var strax slegið í sagnfræðina? Já, það var vísir það sem koma skildi. Já, ég hafa tilfinningu að þú hefur verið rólegt barn. Já, það víst sagt. Ég var mikill bókaormur, leið mjög vel í heimi bókanna, fagnaði jafnvel að það ringdi því þá mátti ég alveg vera inni að lesa. Mamma, Margrét Thorlacius, var barnakennari og ég fór með henni í skólan, 3-4 ára þegar hún var að kenna 6 ára krökkunum og var búin í horni og fekk að lesa og sumir krakkarnir komu með leikfeng handa mér. Þetta var alveg draumaheimur. En svo var maður nú líka fjörugur í sportinu. En það þekkja náttúrulega allir bróður þinn Patrik sem landsfrægur íþróttamaður og afreksmaður. Þú gast ekki mikið með við hann. Nei, en það einmitt geldumaður samanburðarins. Ég var alveg ágætur svona á heildina litið í Garðabænum. Þokkalegur, já. En ég fann þegar ég var orðinn 15-16 ára og Patti 4 árum yngri og orðinn betri en ég hreinlega, að það væri nú viti að snúa sér einhver öðru, en ég hef alltaf haft gaman að sporti og að hreyfa mig og þess aftar. En Patti, hann varð svo fljótt áberandi góður. En við lékum okkur lón og dón á ganginum heima, það þýddi ekkert að hafa málverk uppi og ýmislegt brotnaði í nafni handboltans. En ef þið hefði verið einn og sama maður, þá hefði náttúrulega komið út góð blanda, er það ekki? Jú, það var einn þjálfarinn sem hafði það orðið mitt að ef hann gæti haft, ef slíkur maður hefði sem sé hæfileika Patta og ákveðni, en svona rósemi mína og yfirvegun, að þá væri hinn fullkomni handboltamaður kominn. En Patti róaði svona líka með árunum, En það einmitt, maður í forsetaframboði getur maður lært mikið úr heimi íþróttanna. Maður þarf að hafa plan, maður þarf að halda rósinni, maður þarf að sýna úthald. Þannig að það margt líkt með íþróttum og framboði ég að læra núna. Ertu kappsamur? Já, en ég fer dult með það. Ég set mér markmið en ekkert endilega að flíka þeim neitt. Og ég veit að sígandi lukka best. Þannig að ég tek þetta einmitt úr heimi íþróttanna. Þú mistir Guðni pabba þinn snemma. Það hefur verið reiðarslag. Já, pabbi Jóhannes Sæmundsson var lifið og hrærðist í heimi íþróttanna og við strákarnir fórum með honum á æfingar og leiki og nutum gistu æsar þessa fjölskyldu lífs og þess öryggi sem pabbi og mamma bjuggu okkur. Jóhannes Sæmundsson hét hann og margir kannast við líka úr MR, var íþróttakennari þar í áraraðir. En hann féll frá, lést úr krabbameini þegar ég var á 15. ári og yngri bræður minni þá Patti að verða 12 og Jói bróðir bara 3 ára. Þannig að það auðvitað tók á, en þá stóð mamma sig eins og hetja, hélt öllum þráðum saman og hugsaði það eitt að koma okkur til manns eins og hún sagði og segir. Og allt sem við höfum afrekað henni að þakka, en allt sem við klúðrum okkur sjálfum að kenna. En litla strákshjartað hefur nú kramist? Jú, ef þetta gera það, þeir vita það sem hafa lent í áföllum af þessu tagi, að það erfitt og tekur tíma að vinna úr því. Ég misti barnatrúna á góða Guð sem passar okkur og gætir þess að ekkert illt komið fyrir. Akkur gerir Guð svona við mann. En þetta þekki fólk, hlustendur og áhorfendur, að við svona áföll reiðist maður. Svo vinnum maður úr því blessunarlega og þrátt fyrir allt tel ég mig, þrátt fyrir þetta áfall
og önnur sem yfirmann hafa dunið, ekki svona stór þó, þá tel ég mig hamingjusaman mann og ég hef verið gæfunarmaður í mínu lífi. En misturðu trúna til frambúðar? Nei, maður kemst til vits og ára skulum við segja. Ég misti ekki að fullu trúna á almættið eða trúna á líf eftir dauðan. Og við strákarnir, bræðurnir, vorum allir skýrðir til kaþólskrar trúar. Ömmur okkar, amma Margrét og amma Sigurveig, kynntust í kvennaskólanum á sinni tíð og voru þar leitandi í hugsun, vildu leita svara við lífsgátunni og fundu svarið að lokum í kaþólskum sið. Þannig að ég fór alltaf á sunnudagsmorgnum í messu í Landókoti með ömmu Margréti og kunni messuna nánast utan að meira sig á latínu. Hún var lesin á latínu fyrst sko og maður myndist liturir og man enn hérna mea culpa, mea maxima culpa. Það var erfðasyndin sko, mín sök, mín mikla sök. Og þetta mann maður því að þegar presturinn fór með þetta vers, skulum við segja, þá vissi maður að messan var næstum því búin. Og tíminn til komin, kannski. Já, en svo sagði ég mig reyndar úr kaþólsku kirkjunni. Mér fannst þegar uppkomst glæpi innan hennar, þá fannst mér kirkjan bregðast seint, illa og slælega við. Þannig einn góðan veðurdag í Kyrþey sagði ég mig bara úr kirkjunni og stend utan trúfélaga í góðri sátt við Guð og menn og iðka mína trú og trúi á mitt almætti og án þess að hafa skráð mig í trúfélag, hvað svo sem verður. Og börnin okkar, börnin mín eru öll skýrð. En getur forseti Íslands, ef þú verður það, staðið utan trúfélags þjóðkirkjunnar? Já, hann getur það svo sannarlega og það, ég finn, stundum spurt að þessu og yfirgnæfandi meirihluti fólks á þeirri skoðun og jafnvel þeir sem telja sig vilja veg þjóðkirkjunnar sem mestan. Forseti getur staðið utan trúfélaga en hann hefur skyldum að gegna gagnvart þjóðkirkjunni og hann getur rækt þær. Þannig að nái ég kjöri þá get ég við setningu alþingis til dæmis hæglega gengi við hlið Agnesar biskups inn dómkirkjugólfið og hlýtt svo á predikun míns góða vinar Sveins Valgeirssonar, dómkirkjuprests og sinnt því sem þarf að sinna gagnvart þjóðkirkjunni. Á marga góða vini í þjóðkirkjunni og margir dyggir stuðningsmenn, prestar og aðrir innan kirkjunnar. Þannig að trúlaus er ég ekki og nái ég kjöri, hlakka ég til að vinna með góðu fólki innan kirkjunnar og utan. Þú varðst sagnfræðingur, það bara hlaut að verða svo, er það ekki? Jú, það var nú ýmislegt sem mér varð hugsað þegar ég var að leiða hugana því hvað ég vildi verða. Eitt sinn ætlaði ég að verða íþróttalæknir en fann fljótt að náttúrufræði, líffræði og allt sem því tengist var ekki á mínu sérsviði, ég fann mig ekki þar og sagnfræðin heillaði mig. Pabbi var mikill áhugamaður sögu, amma Sigurveig, móðir hans, öðru fólki sögufróðari. Þannig að ég heillaðist af sögunni og einkum samtímasögu. Að loknu stúdentsprófi í MR þá vann ég hér í 1 ár en fór svo til náms í Bretlandi og sérhæfði mig þar í sögu samtímans og reyndar sögu Austur-Evrópu og Sovétríkjanna. Þetta var á þeim tíma að allt var að gerast í austri. Mikil ósköp. Já, og man svo vel að sko haustið 89 þá sótti ég námskeið sem hét á ensku Comparative Communist Systems, samanburðarfræði kommunisma. Og kennarinn, sko þarna var múrinn að hrynja, flauelsbyltingin í Tékkóslóvakíu, óeirðirnar í Rúmeníu. Kennarinn sagði bara í örvæntingu, sko fleygið bókinni, það er allt orðið úrelt, lesi blöðin. Og meira að segja, það var þannig í byrjun nóvember 89, einn vinur minn sagði, sko nú er allt að gerast í Berlín. Það er bara allt, sagan er í full swing, skulum við segja. Og sagði við mig, nú bara förum við þarna yfir. En ég sagði, samviskusami nemandinn, ég þarf að skila ritgerð í einmitt Comparative Communist Systems, þannig að, nei, ég fer ekki til Berlínar. Ég misti á hruni múrsins því ég var að skrifa einhverja fjandans ritgerð sem engum máli skiptir. En þetta ár 1989 kynnist einmitt þeirri stúlku sem síðar verður... En það var reynda seinna. Það var seinna? Já, eða sem sagt, sko þetta
þessa mundir var ég í bíanámi og það gerist í jólafríinu að ég rík heim að ég kynnist Elínu Haraldsdóttur, fyrri eiginkonu minni og til að gera langa sögu stutta hef ég við búskap og eignumst dóttur, Rut, 94 en svo skildu leiðir í góðu, við höfum alltaf verið góðir vinir og eins og gengur en svo fór ég út aftur 98 þá fór ég í doktorsnám til Oxford og þar kynnistu einmitt Elisu Reid, kanadískri konu sem nú aðeins yngri en þú einhverjum 8 árum yngri og það var eitthvað það blindasta stefnumót sem ég hef kynnst Já, við höfum oft sagt þessa sögu á fundum okkar hér á höfuðborgarsvæðinu og landið allt Það var sem sé þannig að ég var í róðraliði mín skóla, sko ekki í öllum Oxford-skólanum, þar eru bara vöðvabúnt og olympíufarar. En á mínum garði, þá vorum við 8 í róðraliðinu, mjög skemmtilegt. En við þurftum að safna fé fyrir nýjum bát og þannig að það var fjáröflunin var á þá leið að það var samkoma og við höfðum bolla, kaffibolla, skrifum nafn okkar á hvern bolla og svo gæti fólk keypt miða og skrifa nafnið sitt og sett í bolla og svo dró maður einn miða upp og varð að bjóða þeirri mannesku út að borða. Og Elísa sem sé, hún var stórtæk, hún keypti 10 miða og ég reynda bara 8 í minn bolla sko, svo voru einhverjir aðrir sem fengu 1 hvor. En ég sem sé, setti hönd ofan í bolla, dró upp miða, las Elísa og svo erum við hér. Nær 20 árum síðar og 4 börnum síðar. Hún hefur veðjað á þig. Hún veðjaði á mig, já, okkur var þarna orðið vel til vina og svona, en fórum á okkar ágæta stefnumót á Luna Caprese, flottum ítölskum veitingastað. Og þeir sögðu mitt hinni strákarnir í liðinu, sko, ég var fyrstur til og ég setti þarna standard sem þeir urðu að ná líka, sko, þeir ætluðu bara að fara með í einhverja sjoppu. En ég var grand á þessu að Íslendinga sið. Hvað það í farið hennar sem þú féllst fyrir? Lífsgleðin, staðfestan, jákvæðnin, kappið, og svo hvað hún bara yndisleg. Ástin spyr ekki svo sem maður ekki með blað og tíkar við, sko. Þetta ekki eins og í atvinnuviðtali. Ég bara féll fyrir henni. En 4 börn á 6 árum, þetta nánast afrek. Jú, það var 2007, 9, 11 og 13. Það var að stilla klukku eftir okkur. En þetta, fólk veit, blessa barnalánið, maður planar ekki svona, maður þakkar fyrir að alltaf við gengið vel. Börnin eru kát, hress, lífsglöð. Elstur Duncan, Duncan Tindur. Svo kemur hann Donni, Donald Gunnar. Svo Sæþór Peter og að síðustu kom stúlka, Edda Margrét Reid, tók sem sé, við gáfum henni ættarnafn mömmu sinnar og hún þarf náttúrulega að berjast fyrir sínu gagnvart þessari strákafjöld. Við höfðum bara svo gaman að því eignast börn að við héldum áfram og áfram og áfram. En alltaf þess ekki koma við Já, gæti verið. En það segir kannski einhverja sögu þig, Guðni, að fyrrverandi konaðinn, Elín, þið eru bara bestu vinir í dag. Já. Og það var reynt með þess sko, að fá eitthvað upp úr henni þér til skada í forsetaslagnum, en þá kom í ljós að hún er bara fullkomlega sátt við þig. Við gerðum grína því mikið, hún Ella hringdi í mig, sko, það var að hringja mig blaðamaður frá síðu heyrt, vilt að ég tali við hann? Og ég sagði, já, hvað þarf ég að borga þér, sko? Og við sáum fyrir okkur fyrirsögnuna, hann var ömurlegur í alla staði. En hún yndisleg, hún Ella mín, viðskiptafræðingur af mennt, en finnur sig miklu frekar í heimi lista, í keramikgerð og okkur kemur afskaplega vel saman og Einari Þór Magnúsinni, hennar nýja eiginmanni, Rut, dóttir okkar Ellu, sko, hefur bara flakkað á milli, hefur meira með mömmu sinni, en það var einmitt góð saga, hún hefur verið svona 9-10 ára, sko, þá var hún við eitthvað að plana daginn, sko, hver ætti að sækja og Rut sagði, sko, en pabbi sagði að pabbi ætlaði að sækja mig og það gæti engin skilið neitt, sko. Þú, eins og fram hefur komið átti þá við, sko, Einar Þór eða mig.
Þú er náttúrulega verið sagnfræðingur að starfi langt árabil og eins og gastum áðan þá hefur svona stúdera mest þessa samtímasögu og margir horfa til þessa tíma svona síðustu aldar Íslandssögunnar sem einhvers mesta ólíkinda tíma í sögu nokkurrar þjóðar. Við fórum nánast úr torfbæjunum í tæknilega fullkomnun. Þetta kannt að segja þessa sögu sko frá sjónarhorni sagnfræðingsins, rúmast hún inn í einhverju rými? Já, þetta ævintýrasaga. Í upphafi 20. aldar vorum við eitt fátækasta ríki í Vestur-Evrópu. Við lok aldarinnar vorum við eitt það best stæða og lífsgæði hér betri en víðast hvar annar staðar. Hvernig fórum við að þessu? Hvað gerðist? Blanda margra þátta. Þjóðin öðlaðist sjálfstraust, sjálfstæði, fylgdi sjálfstraust, en við nutum þess líka að komast í betri tengsl við umheiminn. 1904 árið sem við fengum heimastjórn. 1904 líka árið sem Íslandsbanki tók til starfa hér með dönsku kapítali. Kapítal kom að utan, veitt okkur tækifæri. Við gátum farið að búa til togara, kaupa togara, við gátum farið að brúa brýr og 1918 fullveldi í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar þar sem krafan var svo að þjóðir hefðu sjálfsákvörðunarrétt. Við börðumst í bökkum, árin milli stríða voru okkur erfið, við vorum á barmi efnahagslegs hengiflugs þegar seinni heimsstyrjöldin hefst. Blessað stríðið eins og við segjum stundum hér heima og nær engir aðrir í okkar heimsálfu sem geta komist þannig á orði. Með því erum við alls ekki að gera lítið úr þeim fórnum sem við færðum. Við mistum að hlutfallslega eins marga í stríðinu og Bandaríkjamenn til dæmis. Afar mínir báðir sigldu í stríðinu. Annar þeirra lenti í miklum hremmingum, alsaklaus lúbarinn af Bretum og misþyrmt. Amma Veiga sagði afa Sæmund sem sigldi einmitt. Þau kvöddust á höfninni á Patreksfirði og svo heyrði maður ekki neitt vikum saman og þannig gerum ekki lítið úr þessum þætti en í efnahagslega tilliti var stríðið blessun fyrir okkur eins og allir vita í stað atvinnuleysis og kreppu kom Bretavinna og svo kom kaninn með tyggigúmmí, jeppa og allt sem honum fylgdi velmegunin flæddi hér yfir svo kom kalda stríðið þá nutum við þess að vera á milli austurs og vesturs fengum hagstæð lán, Marshall-lán í meiri vísi en aðrir efnahagslega aðstóð frá kananum og þarfram undir götunum en auðvitað getum við líka þakkað okkur sjálfum að vel gekk en svo vorum við næstum því búin að missa þetta allt úr höndum okkar í ís og þís og oflæti áranna fyrir hrun þannig að við lærum af reynslunni, við lærum af sögunni. En ef þú þjappar þessari sögu, þessari furðulegu sögu, nánast lygasögu saman í örfáar setningar, hvað heldur að hafi skipt mestu? Er eitthvað öðru fremur sem sjálfstraust og tengsl við umheiminn. Við vorum og erum fiskveiðiþjóð en við erum líka fisksöluþjóð. Við urðum að afla aðgengis að mörkuðum, við urðum að geta selt afurðina því að það ekki nóg að veiða fiskinn, það þarf að selja hann. Þannig að aukin tengsl við umheiminn skiptu sköpum og sjálfstrausti sem fylgir því að vera sjálfstæð þjóð meðal þjóða. Þar einmitt skipti ekki grjótharðar efnahagsstaðreyndir máli, heldur það hvernig manni líður sem einstaklingi og sem þjóð. Til dæmis fyrstu árin eftir lýðveldisstofnun. Hvað skipti mestu? Hugsanlega það hvað Klausenbræður, Finnbjörn Þorvaldsson og fleiri náðu miklum árangri á alþjóðavettvangi og að forseti Ásgeir Ásgeirsson sem tók við að Sveini Björnssyni kom vel fyrir í opinberum heimsóknum, sýndi Íslendingum og umheiminum að við vorum þjóð meðal þjóða. Við getum. En hvað finnst þér svona huggulegast mest sjarmerandi við þetta litla samfélag sem við búum í? Nándin og frelsið og við þekkjum þetta svo vel við Elísa því að þótt samfélagið í Kanada sé að mörguleyti til fyrirmyndar þá hafa þeir mist talsvert af því frelsi sem til dæmis Elísa naut á sínum æskuárum. Þar ekkert gefið að krakkar geti gengið einir í skóla
eða hlaupið yfir götuna til vinar síns og farið að leika sér. Það frelsi að hverfa. Blessunarlega höfum við náð því. Frelsið, nándin, samstaðan, auðvitað rífumst við eins og eigum að gera og ágreiningur nú, finnst mér aðalsmerki síðans samfélags að við höfum leyfið til að vera ósammála og hafa mismunandi skoðanir. En að við virðum leikreglundar finnst mér mikilvægt og við erum móttækileg fyrir erlendum straumum til dæmis. Elísu hefur gengið mjög vel að komast inn í íslenskt samfélag en hún hefur líka lagt sitt af mörkum og ég sé svo vel að því við eigum marga góða vini sem hafa komið á utan og vilja hasla sér völl hér að blessunarlega fólki vel tekið en ég finn líka og sé að þeir sem leggja það á sig til dæmis að læra íslensku, þeim farnast betur. Því að kunni maður ekki málið, þá svo erfitt að vera einn af hópnum. Það svo erfitt að aðlagast, taka þátt í öllu. En snúum spurningunni við, hvað finnst þér verst við Íslands samfélag? Ætli sé ekki margt af því sem ég var að nefna líka. Nándin, smæðin, í þorpinu Íslandi þekkja allir alla, öfund getur þá grasserað, baktal, tortryggni, leiðindi. En ég svo bjartsýnn að eðlisfari að ég líti á þetta sem úrlausnarefni og eitthvað sem, ef það bitnar á manni sjálfum, maður lætur sem vindum eyru þjóta. Þannig að ég met kostina og sé þá miklu stærri en gallana. Af hverju þetta bjóða þig fram? Að því mér langar til þess að láta gott að mér leiða. Ég veit að ég get gegnt þessu embætti og ég sannfærður að nái ég kjöri, verði ég traustsins verður. Brá þér þegar þú fékkst svona pólitíska brimskafla yfir þig í baráttunni? Nei, ég hef kynnt mér sögu þess embættis og ég veit að kapp hleypur í menn í forsetakjöri. Við getum tekið öll þessi ártöl, 52 þegar Ásgeir kjörinn, 68 Gunnar, 1980 Vigdís, 96 Ólafur Ragnar. Það var hasar, en svo lægir öldur og blessunarlega höfum við verið heppin með fyrri forseta. Þeir hafa staðið sig vel, auðvitað verður mönnum auðvitað gera menn mistök og menn lítum öxl og sjá eitthvað sem betur hefði farið og þá einmitt mikilvægt að kunna skila á sögunni. Þannig ég handviss að næsti forseti, hver sem það verður, mun standa sig vel. Þú hefur sagst ekkert hafa að fela. Já, ég get staðið við það. Auðvitað hef ég gert mistök og breyskur og mannlegur og margt í minni fortíð sem ég vildi að væri öðruvísi, en hver getur ekki sagt það? Hver eru helstu mistökin? Helstu mistökin? Nú þarftu að hugsa þau. Já, nú þarf ég að hugsa með mig. Helstu mistökin í einkalífi til dæmis gæti maður snúið klukkunni við, þá hefði maður ekki endilega viljað að lenda í skilnaði til dæmis. Það tekur á að skilja, en við unnum úr því. Ég hefði viljað vinna öðruvísi úr áfallinu, sem sé föðumissunum. Það tók mig oflangan tíma. Ég fór mikið inn í mig í fræðastörfum, ef maður horfir á það, nú ég að hugsa uppátt með þér sko, þá sumt sem ég hefði viljað orða öðruvísi, ekki gefa höggstað á mér. Í einkalífi núna, ég hefði stundum viljað geta haft ögn meiri tíma með krökkunum. Það alvöru mál að fara í framboð til dæmis og við Elísa hugsaðum okkur mun þetta bitna á börnunum þannig að þau bíði tjón á, en við töluðum okkur inn á það og fengum ráð góðra vina að þetta gætum við að börnin myndu ekki skaðast af framboðinni og hugsanlegum sigri í framhaldinu. Við gætum jafnvel sýnt umheiminum og okkur Íslendingum fram á að komist barnafólk á Bessastaði, þá erum við að sýna fólki að hér á Íslandi sé velferðarsamfélag, fjölskylduvænt samfélag, þar sem allir geti sinnt sínu starfi, en leið gengt skyldum gagnvart fjölskyldu og börnum. En nú ég að fara aðeins út fyrir efnið, ég ennþá að hugsa mistök og þau eru mörg, við erum öll breysk. Ég held þú geti lifað með þessum mistökum sem það var talið upp. Já, og þau verða eflaust fleiri. Gangið vel. Takk. Segir Guðni T. H. Jóhannesson,
Hugsanlega næsti forseti Íslendinga, hann á reyndar afmæli daginn eftir kjördag hér síðar í þessu mánuði. En þættinum lokið, það er hægt að horfa hann eins og aðra þætti hér á Hringbraut inn á hringbraut.is. En þangað til í næstu viku farið vel hvert með annað.